Þá er komið að næst síðustu viðuregninni í fyrstu umferð spurningaþáttarins og að þessu sinni eigast við þeir Íslendingar sem búa syðst á landinu, Vestmannaeyingar annars vegar og Skaftfellingar hins vegar. Fáir Íslendingar hafa jafn mikla reynslu af eldgosum og eldgos færa syðstu mörk þessara tveggja umdæma í suðurátt með slíkum ákafa. Það mætti ætla að sé kapparæða. Þannig færði Kötlugosi 1918 syðstu mörk Íslands strandast talsvert í suður með nýjum tanga, Kötlutanga, sem tegði sig sunnar heldur en viðurkennd syðstu mörk landsins sem eru Dyrhólaey og við svífum nú yfir á leið okkar til Víkur. Fjær liggur Reynisfjall með Reynisdranga framundan en handan Reynisfjalls er Vík þangað sem við ætlum. Í þessu eldgosa kapphlaupi syðsta blett íslensk yfirráðasvæðis hafa Vestmannaeyingarnir vinninginn eftir Surtseyjargosið en í Vestur-Skaftafellssýslu eru menn viðbúnir Kötlugosi hvenær sem er. Hér horfum við í austur í átt til Hjörleifshöfða og Kötlutanga sem hefur mikið eyðst síðan 1918. Sandur úr honum borist vestur með og breikkað undirlendið fyrir framan okkur fyrir austan Vík. Fyrir gosið 1660 var útræði frá helli undir hömrunum austan Víkur en síðan hefur Katla fyllt upp fyrir neðan hamrana allt flatlendi sem við skimum yfir. Ekkert hérað á Íslandi er eins háð landbúnaði og Vestur-Skaftafellssýsla því að hér er hvorki höfn né þeir möguleikar sem stórvirkjanir hafa gefið rangæðingum næstu nágrannum Skaftfellinga fyrir vestan. En keppendur koma hingað frá víðlendur svæði. Það er lengra í loftlínu milli þeirra sem koma hingað austast úr Austur-Skaftafellssýslu og þeirra sem koma hingað frá Vestmannaeyjum heldur en er milli Reykjavíkur og Akureyrar. Það er byrjað að bregða birtu þegar þessar myndir eru teknar. Austur á söndunum er aftaka veður, 11 vindstig á Fagurhúsmýri og sagt að það sé varla færðafært í Öræfasveit vegna ofsa veðurs og grjót og sandfoks á köflum. En kannski við heyrum nú hljóði í nokkrum víkubúum. Þeirra á meðal er einn þeirra sem reynir hér nýstárlega útgerð á hjólaskipum eða vatnadrekum. En þetta er sérst eina skipi sem hægt er að gera út hér? Já, eins og staðan er í dag. Svo þið til ykkur vera bara jafn mikla sjósóknar og jafnvel meiri heldur en Vestmannaeyingarna sem eru heimsækja ykkur núna? Nei, það segir nú kannski ekki. Við okkur dreymum að það sé að koma svona fleiri þáttum í atvinnulífinu hérna í gang. Hafið þið farið án til Vestmannaeyja? Nei, ekki ennþá. Við ætlum að gera á sjómannadaginn í fyrra en gáum okkur svo ekki tími í það. En það er möguleiki að þeir getur komið til ykkar eða þið til þeirra? Já, það er vel hægt. Hvað eru í góðu sjólagi? Hvað eru lengi hérna til Vestmannaeyja? Við erum svona 4 tíma að sigla. Ó, þetta er bara eins og Heljarúllur? Já, það er svipað. Já, þeir eru ekki ráðalausi hér slóðir, hvorki Vestur-Skaftfellingar né Vestmannaeyingar sem eru víst að mestu upprunnir hérðan að eigin sögn. Þaðan kemur sennilega þessi sameiginlegi áhugi á sjónum og sjósókn sem birtist svo skemmtilega hér. En það er mikil stemning fyrir því að etja kappi við Vestmannaeyinga hér í spurningakeppni. Telja Skaftfellingar þessi vera svona vel að sér og jafnvel eiga skilið að sigra Vestmannaeyinga? Já, þeir eigum það alveg. Sjónvarpsfólkið dálítið snemma á ferðinni hérna og sömuleiðis Vestmannaeyingar og aðrir vegna þess að þetta eru langar vegalengdir. Þetta er friðsælt þorp, Vík, en það má búast við að leikskálar verði troðfullir af fólki þegar við komum þar inn á eftir. Gott kvöld og velkomin til Víkur og hér er svo sannarlega Vík á milli vina en allir eru sáttir og ætla að keppa hér saman og þá er best að byrja bara strax á að kynna gestina og þeir segja sitt nafn og stöðu. Arnar Sigurmundsson, framkvæmdastjóri. Sigurgeir Jónsson, leiðbeinandi. Ragnar Óskarsson, kennari. Og þá eru það heimamenn. Sófónías Torfarsson, skólameistari. Og
Hvar skólameistari? Framhaldsskóla Austur Skaftafellssýslu. Já. Þetta svo víðlent hér að það verður líka að segja stað, jafnvel stund. Guðný Svavarsdóttir, húsmóðir, Hörn. Halldór Óskarsson, skólastjóri Víkurskóla. Nú, Hagaríkar eru hér komnir að vanda og það er best að gesturinn kynni sig fyrst. Sigurgeir Kristjánsson. Sigurgeir Kristjánsson, leikmann já. Guðbjartur Össurason, Höfn. Og auðvitað eru Baldur Hermansson og Heiður Ósk á sínu stað, annars hefðu lítið að gera. En það er nú venjan að þið eigið fyrsta orðið og það er best að gefa það. Allir þekkja mannin þegar Ómar gengur í rannin. Leikandi léttur í spori eins og lamb á vori. Með Heiðu Ósk í augunum, engan skrekk í taugunum. Hyggur að þess og hínu með fulla sjóð á spurningum í fartelkinu. Já. En Guðbjartur? Já, ekki hafa það svona. Komnar eru kempur slingar, kætast munum vér, Eyjamenn og Íslendingar etja kappi hér. Það er nefnilega það. Og það eru þessar sveitir hér, svo sannarlega, með mikla tilfinningu fyrir heiðri síns byggðar sinnar og við byrjum þá bara þegar í stað og það eru hraðspurningarnar, auðvitað er þetta samt sem áður. Leikur fyrst og fremst hér í leikskálum og það eru skafthellingar sem drógust að byrja fyrst 10 spurningar, 5 sekúndur á hverja og svo geta vestmannegingar dregið þetta yfir sundið ef að illa gengur hér hjá ykkur. Og þá komum við með fyrstu spurningu. Sumarið 1941 gaf Sigurður Jónasson forstjóri íslensku þjóðinni sparisjóðsbók með 91.000 krónum og eina gjöf aðra að auki. Hver var sú gjöf? 4. Ekki tókst það. Þið? Bessastaðir. Bessastaðir, segir Arnar og það er alveg hárrétt. Þið eru bara að byrjaði strax. Þá er það næst. Önnur spurning, hvaða sómamaður átti hestinn Búkefalos? 3, 4. Sá hestur er í óskilum og hvað segir þið vestmannegingar? 1, 2. Ekki tókst það heldur, það var Alexander Mikli, hvorki meira en minna. Nú við haldum áram, fyrir hálfum áratug gerastu skemmtilegu tíðindi að íslensk hljómsveit þautið upp eftir breskum vinsældalistum og jafnvel víðar. Hvað hét þessi hljómsveit? Messoforti. Messoforti, sagði hún og það er alveg hárrétt. Þá kemur 4. spurning, þið eru komin á skriðin. Hvaða trúarbrögð eru runnin undan rifjum með Gautama Siddhartha? 3. Hindú. Ekki náðist það og þá eiga vestmannegingar 3 sekúndur. 1, 2. Sko það Buddha? Já, náði því bara alveg. Það var nú tæft þetta. Að gera skjóta. Buddha eða hvert sem er. Og þá kemur næst. 5. spurning, hver varð Skálholts biskup árið 1178? 3, 4. Ekki fundu þau. Skálholtsbiskupinn og þið 3. Jón Ámundsson. Ekki var það rétt, en þetta var Þorlákur Þórhallsson. Svo það datt niður báðum megin. 7. spurning, margir hér inni kannast sjálfsagt við kvikmyndina Casablanca með Humphrey Bogart og Ingrid Bergman. En í hvaða landi er borgin Casablanca? 3. Í Marokkó. Marokkó, rétt hjá þér. Guðinni náði þessu. Nú förum við í allt aðra sálma. Hvaða frumefni hefur einkennistafina Fe? Járn. Járn, alveg rétt.
Þá kemur 8. spurning. Já, er úr járni, en Árni er úr járni. Já, þetta svona en ekki hefur hann einkennistafan F, nei. Heldur jóð og. Þá kemur sumarið 1982 samþykkti borgar á Reykjavíkur að selja umdeilda hluti sem gengu undir fornu grísku nafni. Hvaða hlutir voru þetta? Strætisvagnar. Strætisvagnar. Íkarus strætisvagnar. Þá kemur 9. spurning. Hvaða óperetta Jóhanns Strauss dregur nafn sitt af mjög sérstæðu spendýri? Leðurblakan. Leðurblakan. Já. Og þá kemur 10. spurningin og 10. spurningin hjá báðum. Ég tekka strax saman að það er svona smá fítusviðan eins og sagt er. Hver var stærsta eyja heims áður en norrænir menn fundu Grænland? Grænland. Grænland, og það er ég! Já, ég hefði nú varla verið átt að vara eitthvað svona við, en þá voru hinir viðvaraði líka. Vestmanningar, tilbúnir. Þá kemur fyrsta. Sumarið 1940 bjargaði íslenskur togari með nafni Landnámsmanns 350 breskum sjóliðum að sökkvandi skipi. Hvað hét togarinn? Snorri Góði. Ekki var það nú rétt. Ingólfur Arnarsson. Ekki heldur. Þið voru að nálgast þetta. Þetta var Skallagrímur. Önnur spurning. Hvaða þokkapiltur átti hestinn Incitatus? Fjóra. Ekki kom það en þið. Skjóta. Tvær. Nei, hvorki hestinni mannin. Þetta var Caligula keisari. Já, kom hann til mikill að metora þessum hesti. Þá kemur þriðja spurning. Fyrir nokkrum árum sýndi íslenskur læknir fram á tengsl milli sykursýki og eins af þjóðarréttum okkar. Og hver er þessi réttur? Það er hangikjöt. Það er hangikjöt, alveg rétt. Einhvern veginn var það víst hannig að menn máttu ekki gera tvennt á jólunum. Það er að segja borða hangikjöt og svo hitt, já. Þá er það fjórða spurning. Hver er talinn höfundur þeirra kínversku lífsspeki sem kennd er við Tao? Lao Tse. Lao Tse, já, þið náðu því. Fimmta spurning. Hver varð Hólabiskup árið 1203? Guðmundur Góði. Já, það var rétt. Þið náðu því. Það er ekki svolítið ef þú varst að skjóta svona öðrum þræði, var ekki? Hlaut að vera einhver góðu maður. Þá kemur sjötta spurning. Það kannast vist allir við It's a long way to Tipperary. En í hvaða landi er borgin Tipperary? Hún er á Írlandi. Það er alveg rétt. Sjöunda spurning. Hvaða frumefni hefur einkennistafina AU? Gull. Gull, alveg hreint. Nú kemur áttunda spurningin og hún er svona. Fyrir 5 árum fylltu andstæðingar Páls Péturssonar á Höllustöðum innan Framsóknarflokksins liði gegn honum í Norðurlandi vestra. Þeir lögður hann sérstakann lista til kosninga. Við spyrjum ekki um nafni á listanum, heldur undir hvaða nafni gengu þessi menn? Göngumenn. Göngumenn, alveg, genguðu nafni göngumenn. Og níunda spurning. Á hvaða hljóðfæri lék Tamino Prins sér til varnar gegn óræðum öflum? Segir flautu. Við segjum flautu og það er rétt. Þeir eru að segja tafraflautu. Þetta var svona líka að tekið smá áhætta. Þetta er einnig að gera að taka áhættuna. Það var betra að gera eitthvað en betra að vera röngu tré en ungu, sko. Svo getur það verið rétt, þar er það ekki. Þá kemur 10. og síðasta spurningin, alveg samskonar hjá þeim áðan. Í hvaða mánuðum ársins eru 28 dagar?
Það í öllum 12. Alveg rétt! Heiður Ósk, stigin eftir fyrstu rimmu. Já, Vestmannaeyingar með 10 stig en Skaftfellingar með 6. Nó. Hafið þið eitthvað að segja þetta? Já, Sigurgeir, já. Ég var nú að þau hvað það væri margir skallóttir í þetta. Ljósinn skert á skallana, skín á víkurkallana. Ómar fer ekki einn með það sem árin hafa fordrifað. Já, Guðbjartur. Já, úr því að byrja að ræða þessa blessaða skalla hér. Þetta nú viðkvæmt mál hjá mörgum. Og þá mætti nú segja kannski í þessu tilefni: þegar líður ævi árið, eins og gengur stráin falla, mætir drengir missa hárið og margir fá þá soldinn skalla. Já. Aðeins til viðbótar þessu, hárleysi það hefur kvalið og hefur verið sumum byrði, en aðrir hafa alltaf talið innihaldið meira virði. Já, Sigurgeir. Sumir greiða gerfi hár, gömlu stráin falla, en Ómar þolir þetta skár, því hann með skalla. Þetta endar nú með því að það verið stofnað bara sérstætt fyrirtæki, svona hálfgerð landgræðsla fyrir okkur. Við skulum aðeins geyma skallana, ég sé á öllu að það er ekki útrætt mál hér. Nú höldum við áfram og nú er komið að hlaupaspurningum og það eru hlauparar sem eru komnir hérna á endan og í starthólurnar og ég verið að rétta bjölluna, það er reynsla fyrir því að þetta verður að vera nákvæmlega jafnt. Og menn með að hlaupa oftar en einu sinni og þá byrjum við. Það hafa oft hlotist illvíg orðaskipti manna á milli út af íslenskum sjónvarpsleikritum. Fyrir nokkrum árum varð stutt en snörp senna út af allt öðru sjónvarpsefni heldur en sjónvarpsleikritum. Hvað var það? Nú, þetta er nú kannski of almennt en þeir sem að þar skiptust á snörpum orðum voru ekki einstaklingar heldur 2 félög með mismunandi hugðarefni. Hvaða sjónvarpsefni deildi þessi 2 félög? Annað félagið var svonefnt músavinnafélag. Hitt félagið var kattavinnafélagið. Og þeir hreyfir sig enn. Sýningarefnið Tom og Jenny. Tom og Jenny, það er alveg hárið. Og hvað sé vel að vera í landbúnaði hér eða? Þá kemur önnur hlaupaspurningin. Hausti 1985 hvarf af þessum heimi 73 ára öldungur sem verið hafði einn umsvifamesti blaðakóngur heims. Hvað hét hann þessi öldungur? Blaðakóngur, já. Nó! Hann hét Höst. Þetta er ekki rétt. Hvað fjandi? Já. Og þú fer bara tilbaka. Þú hérst að vera líka Höst. Já, þá höldum við áfram. Konungsríki hans var Vestur-Þýskaland. Springer og það er rétt. Þá kemur þriðja spurning. Sama leyti og Springer andaðist 73 ára gamall kom annar 73 ára öldungur, ef svo mætti segja, í leitirnar. Hvað hét hann? Já. Var það Klaus Barbie? Nei, það er ekki rétt, en nú höldum við bara áfram. Ég sagði öldungur, ef svo mætti segja, og nú held ég áfram. Það var Robert nokkur Ballard sem fann þennan öldung á hafsbotni. Þar hafði hann legið frá því hann fórst. Titanic. Já, það var alveg rétt.
Þannig að sjáu þið, sko, þið vissi allt landbúnaði, þeir viti allt hafsbotnin. Alveg suður eftir öllu Atlantshafi. Nú spyrjum við enn eitt 73 ára öldung. Hann gegndi árum saman embætti utanríkisráðherra landsins en atvikin höguðu málum svo að 73 ára aldri varð hún forsætisráðherra. Þeir hvísla mikið núna báðum megin og, já. Golda Meir. Golda Meir, alveg rétt. Golda Meir, og ég þurfti ekki að lesa meir. Þá kemur 5. spurning. Við spyrjum nafn á 3 þekktum mönnum. Fyrir nokkrum árum fékk skiptaráðandi í Reykjavík undarlegt mál til meðferðar. Hann átti að ráðstafa á húseign til þeirra aðila sem störfuðu hvað mest í anda þessara 3 manna. Hverra? Já. Sill og Valdi. Sill og Valdi, nei, þeir voru bara 2. En svo vitum við sem að vísum einn mann sem alltaf var að kallaði sonur Sill og Valda. Jæja, Sill og Valdi, alltaf að reyna að gera, þau mér hlaupið svo aftur viljið. Alveg eins og ég sé að fara út í búð hjá Sill og Valda. Við höldum áfram. Þessir 3 menn eru allir dánir núna en voru á sínum tíma sama sinnis í pólitík. Þeir voru frumkvöðlar sósíalismans. Það er mikið. Svo kemur hann bara skokkandi. Var spurt mennina? Já, já, 3 menn. Það er Sigfús Sigurhjartarson. Nei. Já, þá slepp ég þessu. Já. Frumkvöðlar sósíalismans, 3 menn, og það var verið að tala félag sem að starfaði í anda þessara manna mest og skiptaráðandi átti að skera því hvaða félag gæti fengið. Já, þeir eru ennþá ráðstömmum barni. En þetta voru, skal ég segja ykkur, Marx, Engels og Lenin. Þetta var svona nokkuð eins langt frá Sill og Valda eins og hægt var að komast. Heiður Ósk, hvernig standa leikarnir núna? Já, gestunum virðist ganga betur að þessu sinni. Vestmannaeyingar með 12 stig en Skaftfellingar 8. Já. Hagirningarnir eru strax komnir á kreik. Já, Sigurgeir, allir þess að láta mikið gestin vera fyrstan og svo heimamanninn. Hér er spjallað spurt allt. Spennu fallir engan veginn. En hér er valla vegið salt, voginn hallast öðrum megin. Já, þetta er Guðbjartur. Já, hún er ósköp eftirsótt, áran spjallan, á meðan hristir Ómar ótt á sér skallan. Og þá er komið að skemmtiatriðum í leikhlé eða hálfleik og það eru fyrst gestir frá Vestmannaeyjum, 2 ungir piltar, Þórður Óskarsson og Birkir Freyr Matthíasson sem leika á trompetta undir leik annars Guðmundur H. Guðjónsson. Gjörið þið svo vel.
þá er komið að atriði heimamanna. Ég get ekkert annað sagt en að mér finnst það mjög dularfullt. Maðurinn, ég held hann heiti Gunnar Jónsson og Guðmundur Óli Sigurgeirsson spili fyrir hann, en ég get sagt ykkur alveg sverið, nú er ég virkilega ruglaður, gjörðu svo verið. Við skulum bara halda þessari spurningakeppni áfram og leyfa fólkinu í salnum að spreyta sig núna og eins fólki sem situr heima. Þetta er nokkuð svona spurningakeppni eins og hver er maðurinn? Ég ætla að reyna að lýsa hérna manni eins vel og ég mögulega get og ef þið vitið rétt svar að þá komið þið svarinu á sýsluskrifstofuna í Vík í Mýrdal þriðjudaginn 19. janúar milli klukkan 1 og 13. Nú það verða verðlaun í boði, þau eru, já, við skulum segja bara syndalaust. Nú við skulum þá bara byrja við, allir til. Í undanförnum þáttum hafa hlutir komið upp sem heyrast lengi á eftir hvort liðið væri stutt. Snarna sjálfar eru ekki markmiðið, það sem líkans hluta stjórnandans er aðalatriðið. Hann á frúnni sinni flögrar og flýgur yfir völl og flýgur yfir hæðirnar og risavaxin fjöll. Hann tyllir sér á tindana, svona hér og þar og tekur marga myndirnar af sér og allstaðar. Í vöggu var hann hárbrúður og heilan braut það og hárið ætti yfirleitt að vera á þessum stað. Hann hugsaði það lengi vel og sleit sér lítinn bút og sá að þar var staður til að koma vitin út. Hvort það var rétti staðurinn, það ósagt látið því annar er þó grunurinn sem læði samt að mér að hausinn hafi vaxið upp og yfir hárvöxtinn en hárið hafa hann allt fengið á neðri hlutansinn. Ekki skal af útlitinu meta þennan mann, mikið er hann fjölhæfur og marga listi kann. Hann spurningunum feykir fram með feikna háköllum og fjaskalegum læraslætt og miklum bakvöllum. Það vill svo til að maður þess er meiri fyrir það að mega rekja ætti sínar hér á þessum stað. Á sannleikanum á því við skulum taka til að mynda á áhorfendum hér á fremsta bekk. Já, hérna. Já, ég verð nú eitthvað að segja þetta. Ég hitti margan heiðursmann og hitti margan bjálfan. Ég hitti allan anskotan en á endanum í sjálfan. Þannig að sýst mér nú ætti að beina myndavélum að þessum sköllum sem sýta hérna á fremsta. Er þetta tilviljun eða hvað er að gerast? Nei, þessu hafa ég raðað upp. Þetta má kannski segja, margt getur hérna skondið skeð sem skemmt getur landsmönnum öllum, en ég hef aldrei áður séð slíkt úrval af hlátra sköllum. Já, ég þakka Gunnari enn og er mjög feginn. Þú hefði mátt koma dálítið fyrr fram, Gunnar. Þá gæti maður hafa losnað við ýmislegt. Þú mátt gera allt sem þú vilt fyrir mig nema bara ekki á milli klukkan 12 á kvöldin og 8 á mótnana. Hefum við þá ekki halda áfram smávegis og svo koma hagyrðingar á eftir? Já, við höldum áfram. Það eru Vestmannaeyingar
sem fá núna hraðspurningar seinni hálfleik og það eru þungu spurningarnar. 2 stig á hverja. Og þá byrjum við. Fyrir 19 árum, skömmu fyrir fyrstu tungferðina gaf háaldraður franskur maður bandarískum geimfara teikningu úr gamalli franskri bók. Teikningin sýndi geimskip sem lent hefur í sjónum eftir ferð til tungsins. Hvað hét afi þessa gamla franska manns? 4. Jules Verne. Já, þú náður í Jules Verne. En hann er réttur. Önnur spurning, þetta mátti engu muna, sko. Þeir eru kaldir. Önnur spurning, hvaða skáldsaga Halldórs Laxness endar á þessum orðum? Já, hvíslaði hún alltaf meðan ég lifi. Eina blómið þitt, lífsblómið þitt, og ég skal ekki deyja nærri strax. Síðan héldu þau áfram. Sjálfstætt fólk. Sjálfstætt fólk, það er rétt. Þá kemur 3. spurningin, einnig sá kirtill sem gengur niður úr henni svonefndu undirstúku mannsheilans. Þessi kirtill vegur aðeins 0,5 gramm og framleiðir mörg hormón sem stýra virkni annarra kirtla líkamans. Hvað heitir þessi mikilvægi kirtill? Skjaldkirtill. Það er ekki rétt og þá fáið þið 3 sekúndur. Heiladingull. Heiladingull og það var rétt. Var þetta nálægt heilanum? Áframstrákar. Bara grín. 4. spurning og þá er það þrautin. Við sjáum 2 menn að tali. Annar er roskin mjög, hinn ungur og fyrirmannlegur að sjá. Sá gamli er mjög svo glettnislegur í fasi og leggur á ráðin framtíð ungamannsins. Telur upp alla þá menn sem hann skuli ráða til hinna ýmsu verka fyrir sig og eru verkamennir ekki af lakaratæginu. En svo undarlega ber til að ungamannu rennur í skap við hinn veglegu framtíða sín og snarast út heldur snúður. Og hverjir eru þessi menn sem við sjáum þarna í anda? 2, 3, 4. Þið sjáum það, hann ekki anda, þá ekki anda á þið. 3 sekúndur. 2, 3. Þetta voru feðgarnir Sighvatur Sturluson og Sturla Sighvatsson. 5. spurning. 3. dagurinn 2. september 1845 leið seint úr minni Unu Halldórsdóttur húsfreyju í Næfurholti. Þann dag voru börn hennar svo ofboðslega hrædd að hún mátti ekki sleppa að þeim hendinni og þeim kom ekki dúr á auga. Hvað olli þessari miklu skelfingu? 3, 4. Jarðskjálftar. Það var ekki jarðskjálftar og Heklugos, það er rétt. Það er Guðni. Þeir voru byrjar að skjálfa en náðu ekki gósinu. Og þá voru það skattvitingar og þeir getið tekið yfir hérna. Fyrsta spurning. Fyrir 19 árum, 1969, urðu úrslit í söngvakeppni Evrópusjónvarpsstöðva með þeim endemum að margir töldu sýnt að hún yrði lögð niður þegar í stað. Hvað var svona sérstakt við þessi úrslit? 3, 4. Hafið þið nokkuð það? 3 sekúndum. 3. Nei, en þetta var nú kannski áður en við fórum að fylgjast virkilega með þessu. 4 þáttakendur eru eftir og jafnir. Allir úrskurðaðir sigurvegarar. Þetta hefði verið gaman síðast ef það voru 16 eftir og jafnir. Þá kemur önnur spurning. Hvaða skáldsaga Halldórs Laxness endar á þessum orðum? Hann er horfinn, eftir eru aðeins nokkrir vængbreiðir, nöturlegir mávar á sveimi, fuglar vetrarins, þeir hinir sömu sem vertu eggjum sínum á naktar klettasíturnar í vor. Gerpla. Ekki gerpla. Þið 3 sekúndur. Salkavalka var rétt. Já, þetta var kannski svolítið vestmanni stíl á þessu naktar klettasíturnar, það er líka hérna Vík. 3. spurning. Einn er sá kirtill mannslíkamans, og erum við nú enn á sveimi þar, sem gefur frá sér hið lífræna jóðsamband þýroxín. En það efni hefur meðal annars áhrif á efnaskipti og vöxt líkamans. Hvað heitir þessi kirtill? Brískirtill. Nei, það var ekki rétt. Og þið? Milta. Nei, ekki heldur rétt. Þetta var kirtillinn sem voru með áðan, það var skjaldkirtillinn.
Þið að verða þess að presturinn sem var að hætta því að fermingarbörnin voru svo slæm í kirtlunum. Þá kemur fjórða spurning og þá er það seinni þrautin. Við sjáum ungan glæsilegan mann ganga til konu einnar, vænnar og stórmannlegrar sem situr þar á palli. Hann sest hjá stúlkunni, kynnir sig og segir eitthvað á þá leið að henni muni víst þykja hann djarfur, ambáttarsonurinn, að þora að sitja hjá henni og tala við hana. Stúlkan svarar honum á þá leið að hann muni hafa lent í meiri raun en að tala við konur. Hvað hét þetta unga fólk sem þannig festi löng og farsæl kynni? 3. Anna á Stóruborg og Hjalti. Nei, ekki Anna Stóruborg og Hjalti og þá voru þið með 3 sekúndur. 1, 2. Nei, þeir hrista hausinn. Ekki nógu mikið rómatík í þessu. Þetta eru Ólafur Pái Höskuldsson og Þorgerður Egilsdóttir Skallagrímssonar. Þá kemur 5. spurning. 26. maí 1845 var Konráð Gíslason sérlega dapur í bragði. Hvað olli hinni þungbæru sorg hans? Dauði Jónasar Hallgrímssonar. Dauði Jónasar Hallgrímssonar, það var rétt hjá Guðni. Þá er þeirri lotu lokið og Heiður Ósk, hvernig standa stigin nú? Já, þau standa nú svipuð á áðan. Það er að segja að það er jafn mikið stiga munur. Vestmanningar hefum 18 stig en Skaftfellingar 14. Já. Munurinn helst jafn og það er mikið stemning hér í leikskálum þegar við hefjum senn síðustu lotus, hagyrðingar komnir á stjá. Guðbjartur. Hér eru átök eigi smá, úrvals gáfna ljósa, þeim kynni að fylgja kraftur sá að Katla færi að gjósa. Ef þú varst yrkjaðan þá það fyrir hug. Ómar fæst við yrkingar. Á hann margir hlýða, andans hæstu hæðinar hann voru flóið víða. Já, Guðbjartur enn. Já, úr því að orð er til Ómars, þá er hérna einn sem að ég veit dætt nú í hug svona sem að geti gengið til hans. Kappinn skæri, kvæði fær, kvöl þó væri ærin, hann Ómar rær og Ómar hlær og Ómar slær á lærin. Þetta var skemmtilegt, maður er að verða lærisveinn. Og eru þá sveitirnar tilbúnar í loka orustuna, það eru bjöllu spurningarnar miklu með vísbendingunum. Ég ætla að leggja fyrir ykkur eina svona létta spurningu fyrst bara sem er alveg auka og þið fáið ekki stig fyrir þó getið svarað henni. Hver er munurinn á Vík og Búðardal? Svari getur verið ýmislegt en sko hér í Vík þá er njóta leikskálar mestra vinsælda en í Búðardal eru það klósettskálar. Ég vissi myndi ekki stigfá fyrir þetta hvort þið væri. En þá er að byrja hasarinn og nú eru 5 stig í pottinum í hverri spurningu og alls 25. En menn eru alveg ofur snjallir eins og stundum yfir orðið. Fyrsta spurning og þið megi aðeins ítá bjölluna einu sinni hvor. Ég var skáld og vígamaður. Margar vísur orti dagana þar á meðal þessa. Mitt var gilt, gæfuleysi í marþaks miðjum firði. Er gamlir grísir skildu halda mér að höfubeinum. Ekki fæst nú úr því skori hvort ég hafi verið jafn sterkur og garpurinn Jón Páll Sigmarsson. En það var fyrrum skoðun fróðra manna að ég hefði sterkastur verið á Íslandi. Egil Skallagrímsson. Nei, það er ekki rétt og nú eiga Vestmanningar alla möguleika til að fá sér eitthvað. Síðan þeir Ormur Stórólfsson og Þórólfur Skónsson lögðu af aflraunir. Ég barðist við drauga og forinjur, bjarndýr og berserki. Grettir. Grettir Ásmundarsson, það var rétt. 2 stig fyrir það. Það kannski kom á óvart að við skildum kalla hann skáld og vígamann en Grettir var svo sannarlega skáld en margir hafa hins vegar gleymt því. Það er fallið í skuggan fyrir ofurmenninu. Önnur spurning.
Ég er eitt af þeim fyrirbærum tilverunar sem menn verða víst seint á einu máli Sumir telja að ég hafi komið við sögu frægsmanns 592 árum fyrir Krists 5 árum eftir að þessi maður var gerður útlægur úr heimalandi sínu. Það áberandi hvað menn bregðast misjafnlega við mér. Birni Jónssoni bónda á Laxamýri í Suður-Þingeyjarsýslu fannst ég stórfengleg sjón, en var þó bylt við og óttaðist að fleira fylgdi í kjölfarið. Þegar Jóhann Sveinbjörnsson Halastjarna. Nei, þetta ekki rétt svar. Þá eiga Vestmanningar enn möguleika. Bæjarkjaldgeri á Seyðisfirði kom auga á mig, varð honum fyrst að öllu hugsa til Rússa. Þegar Barney Hill og kona hans Betty rákust á mig, glötuðu þau viljanum, glemdu því sem gerst hafði, þó að það rifjaði síðar upp fyrir þeim undir dáleiðslu. Úti í heim ég yfirleitt táknaður með 3 stafa skammstöfun. Fljúgandi furðuhlutur. Fljúgandi furðuhlutur, UFO, það alveg rétt. Fljúgandi diskur. Það var snúin þessi, en þeir voru það lengi að ná þessu Vestmanningar að það var 1 stig aðeins sem höfðu búið þessu. Og það eru 15 stig ennþá eftir í pottinum. Á kemur svo 3. Ég er eitt mikil úðlegasta örnefni Íslands. Ekki vita með vissu hvenar núverandi nafn mitt kemur fyrst upp, en þess fyrst getið á prenti í fræðsluriti Gísla biskups Oddssonar frá 1638. Ekki hófu menn að kanna mig að neinu ráði fyrir undir aldamótin 1800. Bjarni Jónsson kom þá á mínar slóðir að tilhlutan Stefáns Amtmanns Þórarinssonar. 2 árum síðar fór Pétur Brynjólfsson mig sunnanvert og kom þá í Kiðagil. Nafn mitt Ódáðahraun. Ódáðahraun, segðu Vestmanningar. Ég var búinn að segja nafn mitt og það minnkaði þetta úr 3 stigum niður í 2. En þetta smá, ég var að sjá stöðuna Heiðrós, svona áður en að síðustu 10 stigin halast inn jáfnvel. Já, skattfellingar eiga þá von. Þeir eru með 14 stig en Vestmanningar 21. Já, það von. Nei, 23 fyrir gerðum. 23 stig. Vestmanningar með 23 en ekki 21. Jú, já. En það von, skattfellingar, og það mikið spenna hér í salnum. Þá kemur svo 4. Ég er heimsfrægur og sérlundaður listamaður, fæddur árið 1904. Fáir hér inni hafa séð mynd eftir mig, flestir hafa séð ljósmyndir af verkum. Salvador Dali. Salvador Dali, sagði Guðni. Þetta var frábært. Hún náði Salvador Dali í einu hali. 5 stig fengu skattfellingar fyrir þetta. Nú rétt að gefa bara klapp fyrir svona svar. Ég var ekki einu sinni komin niður á 4. Nú fer að verða spennandi. 5. og síðasta spurning, fingur á bjöllum, heilarnir á fullu, glamrar á höfuðvendlunum. Þá er að ég en móðir mín var kóngsdótturinn Semele. Faðir minn hét Seifur og það átti fyrir mér að liggja að kvænast hinni ljúfu Ariadne. Ég átti marga fylgjendur í Grikklandu hinnu forna, svo og í Rómaborg, að vísu undir allt öðru nafni þar. En þegar nafn mitt ber að góma, nú flýgur mörgum í hug þessi undarlega runa, C2, H5 og H. Bakkus. Bakkus, sagði hann, og það var alveg hárrétt. Og ég les ekki alla spurninguna, svo bara svona því klárana, því að það sko, móðir mín fóst í guðdómlegum eldi meðan hún bar mig undir belti, en faðir minn bjargaði mér úr eldinum. Það best að koma með smá svona áfengisfræðslu hérna. Kom mér fyrir í læri sínu og gekk með mig þar sem eftir var meðgöngutímas. Ég lagði upp í langa og viðburðaríka ferð og yrði einhver til þess að gera mér á móti skapið, þá svipti hann vitinu. Þá vitið þið það, Vestmanningar. En þann dag í dag svipti ég menn vitun að minnsta kostum stundarsakir, og þó ég enn marga fylgjendur,
þá eiga fáir guðir jafnmarga andstæðinga, einn af þeim Halldór á Kirkjubóli. Og ljúkum. Þeir fengu 4 stig fyrir þetta á. Við skulum gefa það gott klapp fyrir okkar svar. Heiður Ósk, formleg úrslit. Já, það fer ekki út milli mála að Vestmannaeyingar nældu sér í síðustu spurninguna og eru því með 27 stig en Skaftfellingar með 19. Hagyrðingar eiga síðasta orðið, þangað til að verðlaunaafhendingin fer fram. Skaftfellingar snýra á okkur með því að vera með fallega konu en við erum bara einlit karlaveldið og mér er þetta í huga að skjóta frá myndum í þessu. Sophanías situr vinstra megin, mér sýnist Halldór ekkert niður dregin, Guðni í prýðir pallin þeirra milli, prúð og hýrleit nýtur allra hilli. Guðbjartur. Já, svona þegar að niðurstaðan er skoðuð þá þarf maður að velta fyrir sig hvort það hafi verið helber tilviljun að hvað okkur gaf illa hingað í dag. Já, við lentum í roki og... Já, rok og vitlausu veðri og tvísýnt að við kæmumst fyrir að fóra að líða dag. Og hvort þetta er nú einleikið, maður veit maður ekki, en mér datt í hug út af þessu. Fylltu vegi vinda hjúp og veðri dæma fáu, landvættir í lómagnúp sem lyktir fyrir sáu. Eða það sé ekki, já. Eyja peyjar unnu leikinn, okkar sveit má vera reikinn. Ekki var það einstök heppni eftir sæmilega keppni. Nú, ég vil svo bara beina að lokum til Vestmannaeyinga. Aðeins sigur að annar fær, öllum fótur skrikað getur, en sá hlær best sem síðast hlær, við sjáumst aftur næsta við. Allir ég kveði þig ekki með einni, ekki er sama köttur og kú, það kemur saman og heim að austfisku talsmaður teljist þú en tala með vestfisku hreim. Er það rétt, Guðni, að þú sem er barn á brjósti? Já. Og ætlar jafnvel að hafa það með þér hingað? Já. En þetta vonda veður og komið vekk fyrir það? Einmitt. Þetta er keppnisandinn ef við gefum þér 16 dag. Og þá var svo eina sem að náði 5 stigum hér í kvöld þrátt fyrir þessa erfiðu aðstæður. Og þá er að afhenda verðlaunin og þeir sem töpuðu fá stærri pakkana. En ég þakka ykkur kærlega fyrir, þið stóðu ykkur mjög vel og fáið að launum þetta til þess að barni getur víst ekki notið þessa fyrir eftir nokkur ár og verið að geyma þetta nokkur ár. Það hefði nú verið gaman að hafa barni með. Það hefði verið gaman. Jæja, ég þakka ykkur kærlega fyrir Vestmannaeyingar og ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hverjum þið mætið næst. Nú er þetta verða búið, sennilega mætið þið einhverjum að Suðurnesjum en þá ættir að raða þessu upp, þið mætið örugglega þeim sem að næstur ykkur er, svo að þið lendi ekki miklu vandræðum með að komast. En næsta keppni fer fram á Reykjavíkursvæðinu og þá er það hinn gamla Kjósasýsla og hinn gamla Gullbringusýsla sem að eigast við með inniföldum kaupstöðunum. Og þá þakka ykkur kærlega öllum sem að hingað hafa komið og hort á þennan þátt og gert hann mögulegan. Við látum þessu lokið, verðið sæl.